Komið þið sæl og blessuð, elskurnar. Í dag sumardagurinn 1. Og því tilefni langar mig að tala eins sólina. Og sólina í tarotspilunum. Þessi dagur hefur alltaf verið mikilvægur fyrir okkur Íslendinga og samkvæmt gamla tímatalinu þetta byrjun sumars og byrjun ársins eiginlega líka. Sólin yndisleg. Hver þráir ekki sólina? Ljós, hiti, unaður. Íslendingar hafa alltaf verið miklu sóldýrkendur upp til hópa. Ég reyndar verða að játa að ég ekki alveg eina með mína ljósu húð og ekkert rosalega mikið fyrir hita. En ég skil alveg að fólk skuli vilja meiri sól heldur en hérna oft, heldur en okkur skammtað. Fólk flykkist til útlanda til að ná sér í aukasól, auka D-vitamin, skilst mér. Það er bara gott að blessa. Sólin í tarotspilunum yndislegt spil. Spilin eru oftast falleg, full af litum og birtu. Ég hérna með 2 dæmi, bara spilin sem að svona ég nota mest. Og fyrir þið sem ekki viti, þá sólin í tarotspilunum sem sagt Trump númer 19. Og talnaspekin segir eitthvað gott það. Því 1 + 9 gera 10 sem gerir 1, þannig að hún ás. Ég ekki talnaspekingur, en ég veit bara að í ásnum mikill kraftur og frumkvæði og það yfir höfuð góð tala. Sólin í tarotspilunum táknar í raun og veru allt sem gott í gæsalöppum í líf okkar. Gæfu, kærleika, velgengni, gleði. Það yfirleitt börn á spilinu. Misjafnt eftir stokkum reyndar, en bæði hjá honum, Rider Waite Smith og Crowley líka eru börn. Því að sólin táknar frjósemi, sköpun, vöxt og táknar í raun og veru börn líka. Allt eftir hvað hefur verið að spyrja Sólin þetta gefandi lífsorka sem að fær grösin til að spretta. Og í sólinni kristallast frelsi og ákveði áhyggjuleysi sem tengist aftur inn á börnin, því að orka barna í eðli sínu áhyggjulaus. Þau lifa svolítið fyrir líðandi stund og margt sem að við mættum læra af þeim og rifja upp síðan að við vorum börn og tengjast þeirri orku. Því að sú orka hverfur oft með aldrinum. Við erum mjög heppin ef að okkur tekst að halda í þessa barnslegu orku. Því hún dýrmæt. Fyrir þá sem að vilja vera í sviðsljósinu sólin mjög hliðholt spil. Hún táknar viðurkenningu og alls kyns heiður og það að viðkomandi skín sínu skærasta. Hún getur líka tengst ferðalögum og það sem að við Íslendingar köllum alltaf heitulöndin. Af því að við erum auðvitað ekki heitt land samkvæmt okkar mælikvarða.
sólin hefur þannig tengingu sko við erlend lönd, tengingu erlendis. Og talandi erlend lönd, hér er röð á sólblómum. Er ekki sólblóm þjóðarblóm Úkraínu, einhvers staðar sá ég það. Já, vonandi bara góð sviti. Sólin í tarotspilum táknar alltaf framtíðina. Fortíðin er liðin og allt sem að var og allt sem búið að byggja upp er að þeysast inn í framtíðina í þessu spili. Trompin í tarotinu eru 22 og þetta er spil númer 19, þannig að ferlinu er að ljúka. Þetta er svona eitt af lokaspilunum í ákveðnu andlegu ferli sem á sér stað í trompunum. Sólin táknar líka að ná takmörkum. Ef þú hefur sett þér skýr markmið að þá boðar sólin boðar hún gott í því og líka það að komast yfir erfiðleika vegna þess að spilið á undan sólinni er tunglið, tromp númer 18 og í tunglinu er falin ótti, myrkur og svona hræðslan við óþekkta og sólin skín í raun og veru á það og lýsir það allt saman upp. Þannig að ekkert nema falleg og kröftug orka í þessu spili. Já, ég er að velta fyrir mig hvort ég gleymi einhverju. Þetta er svo sem komið held ég. Það hefur oft verið sagt að sólin sé besta í gæsalöpum spilið í tarotstokknum. Það má alveg deila það en vissulega gott spil og felur í sér birtu og ill. Þá held ég láti þetta bara nægja sólina. Ég á kannski eftir að tala sólina aftur í svona þegar ég fer að fjalla aðeins tarotspilin. En þangað til bara gleðilegt sumar og ég vona að þessi dagur verði ykkur góður hvar sem þið eru stödd á landinu. Ljós og kærleikur til ykkar.